þá kom það nóvemberlesar fyrir hrút. Þetta er almennilega lestur á við fyrir suma, aðra ekki. Takk til sín sem eigin. Til gamans þá má alltaf kíkja á önnur merki úr stjörnukortinu sínu. Þá mæli ég sérstaklega með tunglmerkinu sínu og rísalumerkinu. Þau eru svona, eru oft áberandi áhrifamikil. En við skulum byrja á því að athuga hvaða hrút ég er að lesa fyrir. Kæri hrútur, tilfinningar þínar hafi verið hátt upp á yfirborðinu upp á síðkastið og kannski svolítið óvænt flæði á tilfinningum. Þú ert mikil tilfinning að vera, þú sýnir það ekki oft, en hins vegar núna þá eru tilfinningarna þínar búin að vera svolítið miklar, stórar og vel kannski örar breytingar á þeim, örari en venjulega og eins og segja mikið flæði og mikil tenging við tilfinningarna þínar. Jafnvel hefur verið svolítið meirt, viðkvæmt jafnvel, stutt í tárin, stutt í skapið þitt og einhvern veginn allt bara svona svolítið hrátt og upp á yfirborðinu. Það hefur kannski verið svolítið kvíða hjá þér, valkvíða, mikið að gera, óvissa, jafnvel eitthvað óöryggi, þannig að það er búið að vera svona svolítið spenna í loftinu. Ég segi jafnvel svolítið kvíði. Það eru líka ný verkefni framöndan, eitthvað nýjungar framöndan hjá þér. Þú ert svona að stíga inn í nýja kafla í þínu lífi og veist ekki alveg hvað er ofan í kanínuholinu sem þú ert að fara að dýfa þér út í. Og sérstaklega hvað varðar samböndin og þín nánustu sambönd, hvað sem er maki eða fjölskyldumeðlimur eða náinn vinur eða barn eða hvað nú, að þá er eitthvað svona kaflaskil í nánu sambandi og fyrir vikið þá eru tilfinningar þínar hátt á yfirborðinu og svona kvíði í loftinu. Og það er ákveðin óvissa sem fylgir þess að þú veist ekki alveg hvað er framundan. Og núna er tími þar sem þú þarft að vera svolítið meðvitað tilfinningar þínar og tilfinningar þínar gagnvart þessum einstaklingi, þessu sambandi. Áttaði á hver tengingin er og hver hlutverkin eru hlutskipti í þessu sambandi. Og hvað í rauninni, það er svolítið svona tilfinningin eins og það sé að vera að ákveða hvert þetta samband eigi að stefna. Hvort það eigi að festa það enn frekar, skuldbinda sig enn dýpra inn í þetta samband eða segja skilið við eitthvað. En það er svona verið að vega og meta. Og þetta fjallar algjörlega þig og hvað þú vilt gera, kæri hrútur. Þetta er spilið þitt. Og þetta er svona, þú ert svolítið að vega og meta og íhuga hvað þú ætlar að gera. Ert ekki tilbúið til þess að tjá það uppátt endilega strax. En það er að koma einhvers konar kaflaskilum hjá þér. Og svona í þínu allra nánasta sambandi sérstaklega. Og þá er það líka varðandi eins með skuldbindinguna í þessu sambandi og hvaða valmöguleika þú vilt taka. Já. Þegar það er alltaf val fyrir þig. Þetta er mjög áberandi dýnamískt val. Varðandi þetta samband, hérna er hér dýnamíska val og hérna er líka hvað þú velur. Ætlar að velja fyrir þig. Ætlar að velja fyrir einhvern annan, ætlar að velja að brjóta upp gamalt munstur, ætlar að velja að stíga inn í þróun og þroska þó að sé ógnvekjandi, en kanínuholan bíður þín
Þá að hrökkva eða stökkva, það stendur til boða fyrir þig að gera einhvers konar stóra breytingu, stendur til boða núna og þú þarft að gera svolítið upp hugðinn hvort það ætlar að taka sénsinn eða ekki. Nú skulum kíkja aðeins á fortíðina þína. Aðeins, takk, 1 spill. Já, þessar tilfinningar sem þú ert að upplifa, þær eru ekki nýjar. Þær hafa verið þarna lengi, verið að gera vart við sig í talsverðan tíma. Og eru hins vegar þá kannski núna svona virkilega farnar að banka, af því að mér finnst þess að þetta séu tilfinningar sem eru svona búin að liggja undir niðri og eru svo alltaf búin að vera að koma ofar upp á yfirborðið og þú að vera meðvitaður um þær. Farið að finna meira og meira fyrir þeim og núna getur eiginlega ekki neita þeim. Þú verður að virða þessar tilfinningar viðlits, adressa þær og viðurkenna að þær eru þarna, athuga hvað þær vilja reyna að segja þér. Nú bælir þetta ekkert niður lengur. Akkurat. Af því að það veit ekki hvað þú eigir að gera við þessar tilfinningar og við erum alltaf að reyna að ýta þeim aftur bara einhvers staðar ofan í myrkrið og undir yfirborðið og allt þetta. Það er ekki að virka lengur af því að þú ert farið að finna hvernig það kom alltaf bara búbla alltaf bara strax eftir upp sko. Það fyrir að hafa virkilega áhrif á því að þessar tilfinningar þurfa einhvern farveg. Vantar að komast út. Það láta ekki bjóða sér lengur að vera alltaf keyrða niður í myrkrið. Þannig að núna verður þú að eiginlega fara að gera eitthvað í þessum tilfinningum áður en að þú springur. Þegar það er orðið lítið eftir að plássi fyrir þig, þannig að þú þarft eitthvað að viðra þessar tilfinningar þínar. Það fer að þrengja verulega að þér. Sko, áskoranir þínar og öðrannar sem mætir núna á næstunni, það fyrst og fremst að þú veist ekki fyrirfram hvað er að fara að gerast eða hvað áhrif það mun hafa fyrir þig og þína að opna þig, að prófa að taka séns, að gera breytingu og aðeins hleypa þessum tilfinningum upp á yfirborðið. Þetta mun hafa áhrif á þig og aðra í kringu þig. Þetta er tilbúnum kaflaskipti fyrir þig, en því fylgir óvissa. Þú veist ekki hvað er framundan, þú veist ekki hvað er ofan í kanínuhólinu, hvað er hinum megin. Og það er virkilega truflega og skiljanlega. Óvissa er yfirleitt sama og óöryggi. Það er kvíðavaldur, okkur finnst þetta óþægilegt, en það er hins vegar þín áskorun. Hvað ætlar að gera? Sjá, fá ráðleggingu fyrir þig. Þá er þér ráðlagt að í rauninu taka bara mjög skýra stöðu gagnvart sjálfur þér. Að í rauninni bara, hvað maður að segja, svona brett upp ermar, bíta í jaxlinn og láta vaða. Og ekkert kjaftaði. Þetta er svolítið þar. Notaðu hausinn. Þú ert með allar þessar tilfinningar. Notaðu hausinn jafnframt því að leyfa þessum tilfinningum að vera á staðnum. Sett þetta aðeins í rökræna hugsun, bara eins og hvað var að tilfinninga þínar. Óttastu að þér verði hafnað að þínu nánustu eða þú berar tilfinninga þínar. Er það rökrétt þegar þú pælir í?
eru rök fyrir óttaðinum gagnvart þessum kaflaskilum, eru lógísk rök fyrir það að óttast að segja hvernig manni líður. Ég held að þú þarft svolítið að ræða við sjálft þig, taka svolítið svona hugræna atferlismeðferð á þetta, taka svona samtal við sjálft þig, svona eins og ef þú væri að tala við vin, og svona ræða málum við sjálft þig varðandi hvað þú telur að gerist eða gerist ekki, hvað þú er hrætt við, og einmitt eru rök fyrir þessum ótta. Pínu ef þú hugsar ef þú væri að tala við hreinlega barn hvernig maður tekst á við ótta og kvíða. Þú verður svolítið að taka þetta samtali sjálft þig. Og ef við sjáum mögulega niðurstöðum, smá séns á því hvað gæti verið framundan í samræmi við þetta. Það er mýkt og mildi og þroski og umhyggja og kærleikur og alúð, mikill þroski, mikil ást og svona umleikjandi kærleikur, bæði þig, það er að segja þeir sem eru kringu þig, vefja þig í kærleika sínum og eins er hér þinn eigin kærleiki. Af því að stór hluti af þessum tilfinningum sem að þú ert ekkert alveg vant því að hafa upp á yfirborði, stór hluti af þessum tilfinningum er einfaldlega kærleikin. Kærleikið gagnvart bæði þínu nánustu og gagnvart sjálfu þér. Þetta er að mér finnst fyrst og fremst svona skref í áttina því að þú lærir að elska þig betur. Tilfinningarna líka. Skulum fá smá auka inn í þetta. Það er ótti þarna við höfnun eða skort, að vera hafnað fyrir tilfinningar sínar, vera hafnað fyrir mýktina sína, mildina sína, viðkvæmnina sína. Það er oft sem að viðkvæmni er notað gegn manni sem einhvers konar veikleiki. Það að vera viðkvæmur sé veikleikamerki, það er bara ekki rétt. Ég meina það að vera næmur á eigin tilfinningar er styrkleiki, myndi ég segja. En það er ótti annað við því að vera hafnað á tilfinningarlegu leveli. En þetta er eitthvað sem líka krefst og rætist með ákveðinu svona samvinnu. Auðvitað gætur farið og gert þetta svona á eigin spýtur, eins liðs, en það er vissulega betra og bara meiri ánægja af því að gera þetta í samvinnu við einhvern annan, og þá sérstaklega gagnvart þessu nána sambandi sem þetta er að hafa svona sterk áhrif á. Og muna að ekki dæma sjálft þig þó að þetta komi augnablik þar sem þú upplifir sjálft þig mjög óheflað, mjög viðkvæmt. Það geta alveg komið alls konar tilfinningar og hreinlega bara hláturskost og gráturskost, og þá ekki endilega grátur af því að maður er svo sorgmættur, heldur grátur af því að maður er svo glaður eða þetta er svo fallegt. Þetta geta verið svona bombur og þá er svo mikilvægt að dæma sig ekki og muna að eiga reglulega þetta samtal við sjálf sig að þetta sé allt í lagi. Það er ekkert að óttast. Vertu svolítið klappstýran þín. Af því að það er svo oft sem að, einmitt sérstaklega þegar að tilfinningarna koma einhverjum bombum og þá verður maður svo hræddur og vill bara nei, ég ætla bara að loka þessu aftur. Skrúum bara fyrir aftur.
Það er svo mikilvægt að vera sín eigin klappdýra og einmitt ágætt að vera þá í samvinnu með einhverjum og þannig að peppa sig að halda áfram. En varðandi þetta sem er það framöndan, allir sem mýkt og allir sem mildi og kærleiki. Og það er vöxtur. Mikil vöxtur og þá sérstaklega sko í heimilislífi, í atvinnu, skólalífi jafnvel. Svona þetta, staðirnir sem þú ert á og það sem skiptir þig máli. Svona, þetta er ekki bara eitthvað sem mun hafa áhrif á það sem er að gerast innra með þér, heldur er þetta líka, þetta mun hafa áhrif út frá þér. Þetta mun smita út frá sér, eins og ég segi til dæmis innan heimilis. Og á mjög góðan hátt, eins og ég segi, það er mikil ástæðna, mikil kærleikur, mikil mildi. Ég ætla að draga fyrir eitt Lightworker Oracle Card. Það kemur hér Master Healing, heilun meistaranna. Sjá, fáum hérna, setja útskýring á því að meðan þú hugleiðir, stattu satt með því sem að blæs lífi í hjartað þitt og hjálpar þér við að standa með þinni andlegu vegferð og þú munt verða að stærri, meiri, þroskaðri, heilara sjálft. Þú ert hér til þess að lifa þínu eigin lífi, til að standa með og vera trútt því sem að raunverulega snertir við þér. Skilyrðislaus elska, leiðbeinir hinum mikla meistara Serapis Bey, sem er þessi meistari sem að birtist hér í spilinu. Skilyrðislaus ást meistara Serapis Bey kemur til því núna með þeirri blessun sem er heilun meistarans til þess að hjálpa þér á þinni vegferð. Það segja að það er verið að styðja við þig og hjálpa þér að heila þig til þess að þú geti betur verið trútt og satt sjálfu þér, staðið með sjálfu þér, gildunauðinum, því sem að virkilega snertir þig og hreyfir við þér tilfinningulega, til að hjálpa þér að vaxa í þinni andlegu vegferð, til þess að þú getir sjálft, ef þú svo kýst, hjálpað og aðstofað við aðra við að heila sig á sama hátt og þú ert að gera núna. Fá líka eitt íhugunablóm. Það komi hérna 2. Það eru þakklæti og yndisþokki, eða bara þokki. Það að þokkin komi hérna inn, það er svolítið skemmtilegt finnst mér að því að heilun er alls ekki alltaf þokkafull. Heilun er oft bara svolítið út allt og reitt og tætt og stundum bara ekkert rosalega falleg og stundum mjög erfið. En hins vegar þegar að
við erum búin að rífa, tæta, hreinsa og byrjuð að græða, við skulum orða það þannig, þá kemur svo mikil þokki með því. Þannig að mér finnst þetta vera pínu áminningu að sko ekki láta það trufla þig eða þína heilun að hlutinu líti ekki út eins og þú myndir gjarna vilja að þeir gerðu. Sérstaklega eins og út á við. Að ekki láta það trufla heilunum þína einmitt að það verði kannski grátköst eða hlátursköst eða alls konar tilfinningar koma upp á yfirborði í einhvers konar bóbum. Það getur náttúrulega verið svolítið skrautlegt. Þannig að ekki hafa áhyggjur að þó þú missir þokkan þinn tíma og leyfðu þér að vera þakklátt fyrir augnablikin sem að eru svona pínu eins og handsprengu hafa verið hent inn í tilfinningarlífið þitt. Þó það sé allt út allt, þó það sé allt í drasli. Þó þú sért í hláturskasti og gráturskastum alveg hægri meistri sitt og hvað, leyfðu þér að vera þakklátt fyrir þessar tilfinningar, mundu að þessar tilfinningar segja líka að þú ert lifandi, elskandi vera með djúpstæði tilfinningar fyrir gagnvart þér, lífinu, ástunniðinum og leyfðu þér að vera þakklátt fyrir heilugina sem er að gerast þó hún sé erfið. Þokkinn kemur seinna. Við skulum líka muna það. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið og ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verða að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.